Takk kærlega fyrir að horfa á þættina mína. Það hefur lengi staðið til hjá mér að bjóða upp á áskrift þar sem dyggir aðdáendur geta fengið auka þætti og auka efni og haft enn meiri áhrif á þættina. Kíktu inn á sölvitryggva.is til að hjálpa mér að gera enn fleiri þætti með áhugaverðu fólki fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Gaman að fá því heimsókn í þáttinn. Takk fyrir að bjóða mér. Velkomir. Þú ég sá að þú varst í ræktinni í morgun, það var verið að opna. Já, loksins. Ég reyna að byrja nokkra dag í viku þannig og skellti mig strax í morgun því að nú eru smá afleitingar. 7:18 sá ég á Instagraminu að klukkan var. Er þetta einu tími sem þú getur? Já, þetta er það. 7 á morgnana svona minn tími í ræktinu, hefur verið í mörg ár. Að mæta rétt fyrir 7 og geta verið mætt í vinnuna fyrir 9. Og það er einhvern veginn bara gerir rosa mikið fyrir daginn, að byrja daginn með vinkonum manns að hreyfa sig og svona ná smá endorfíni og bara, gerir rosa mikið fyrir mig að byrja daginn með þessum hætti. Er það bara þannig að meðaldagur hjá þér bara þannig að þú gætir ekki skotist frá eða farið eftir vinnu? Er vinnan bara ekkert búin fyrir kvöldin? Nei, eiginlega aldrei. Það er svona einstakir dagar sem það gæti gengið, en almennt þá er erfitt að stóla á það, erfitt að plana það og sérstaklega núna þegar maður þarf að skrá sig í tíma og annað. En ég hef aldrei verið að æfa seinnipartin almennt. Það er bara að dagarnir hafa ekki boðið upp á það. Finnst einhvern veginn svo margir stjórnmálamenn, þú veist það væntanlega betur en ég, margir stjórnmálamenn sem gerist kannski þegar þeir fara í stjórnmálar, þá byrja þeir að missa, og sérstaklega fólk eru ráðherrar, þá byrja þeir að missa þessar svona daglegu litlu hluti fyrir sig, jafnvel þú veist svefnin fyrir að verða aðeins lakari, hreyfa sig minna. Það er mjög auðvelt að gera það og maður finnur það alveg og maður er auðvitað átt svona vikur og það er bara eðlilegt líka einhverja vikur sem maður missir aðeins úr og næri ekki að halda þessum dampi. Því að svefnin er líka alveg gríðarlega mikilvægur, en ég sem betur fyrir mjög góð í að sofa. Já, ég bara gæti sofnað hér og nú bara ég er bara geggjuð í að sofa. Og ég vona að það sé ekki aldurstengt þá. en en ég þarf að reyna að sofa nóg marga klukkutíma og það þarf að passa upp á sjálfa þig í svona krefjandi vinnu og það er svona hreyfing og svefn og vinir sem gera mest fyrir mig, vinur og fjölskylda og fara á hestbakk og svona ná þessum litlu hlutum alltaf einhvers staðar inn en þegar mann finnst líka að vinna sér skemmtlega þá er ekkert mál að vinna langa vinnudaga og leggja sér mikið fram við það. Akkurat, en hvernig er að setja mörk? Því ég man bara þegar ég var í fréttunum og það var rosa mikið alltaf, það þurfti alltaf að vera að hringi ráðherra út af öllu og ég hugsaði bara, þú veist, ráðherrar þurfi ekki að tjá sig allt en maður getur bara ímyndað sér að og svo eru þau skömmuð ef þið tjáðu ykkur ekki, Já, þetta er... Hvað er líka mörkin í hvenar má segja, nei, ég get ekki þetta núna því þetta er bara orðið of mikið, ég þarf að fá núna eitt sunnudag þar sem ég er að hvíla mig eða eitthvað. Maður þarf að bæði ákveða hvaða mál þetta er og hvers eðlis, hvort að þú þurfir að taka frá ef þú ætlaði bara að vera í fríi með vinkonuðinum eitthvað kvöld en svo kemur eitthvað upp eða eitthvað verður að reyna að hringið á einhverjum fjölmiðli þá er þetta að meta bæði hvers eðlismálið er en líka stundu það maður bara að segja það er bara, ég er ekki available í kvöld ég er bara er í frí eða einhverja helgi og svona og stundu kemur það bara í fréttinar að ekki hafi náðst í dómsmálaráður að svátt fyrir ítrekkaðar tilraunir. Klassískt en þá var maður annarkvort bara í frí eða að sinna einhverju öðru Ætlaðir alltaf í stjórnmáli? Nei, ekki eitthvað því ég var bara í menntaskóla ég samt svona þegar ég byrjaði í unglingahreyfingunni og var svona byrjaði að hafa áhuga á samfélaginu og pólitík og hvernig maður gæti einhvern veginn haft áhrif á það með skoðunum sínum að þá fann ég þetta áttir rosa vel við mig og mér fannst þetta bæði skemmtilegt en ég náði líka einhvern veginn að hrista hans upp í hlutunum og og fá umræðu það sem skoðunum mínar og var einhvern veginn bara fljótlega mætt í umræðu það hjá Mikael Torfasyni á Stöð 2 bara sem fastur gestur á móti Össuri Skarphéðinssyni rétt rúmlega 20. Alveg rétt, ég var búin að gleyma því. Og mæti bara þannig einhver fyrirverandi ráðherra algjörum sem er bara mjög mikill haukur Mjög mælskur og góður að rökra. Og ég fann bara að þetta átti vel við mig og hugsaði samt alltaf að það væri nú sniður að
gera þetta svona setna á lífsleiðinni ég þyrfti aðeins að bakka og vera ekki alveg með sjálfstæðisflokkinn á enninu sko en svo gekk mér bara mjög illa að bakka þetta bara sogaði mig alltaf svo kom bara reyndir að bakka það? Ég reyndi svona, já, ég var búin að vera formaður unglingahreyfingarinnar og búin að vera svona fullu einhvern veginn. Þá hugsaði ég svona, heyrðu, nú ætla ég aðeins svona vera í aftursætinu og vera samt í stjórnsús en vera svona ekki alveg í fronti, bara rökra eitthvað pólitík bara sem áhugamál með skóla, sko. Og það endaði einhvern veginn bara með því að það var landsfundur og ég var svolítið þreytt á hvað flokkurinn var með lítið ungu fólki í svona forsvari fyrir sig og var svona langaðans að pönkast á þessum landsfundi og við skipuleggjum bara þarna í stjórnshús sem sagt með ungu sjálfstæðismennum frá öllu landinu bara við mætum hann örugglega 200 ungi sjálfstæðismenn á landsfundin og með bara 100 breytingatillögur á ályktunum flokksins og ég hélt utan svona þetta skipulag og við mætum bara þarna málefnaleg bara með svona frjálslyndi af vopni og svona eitthvað sem við vildum færa inn í nútíman og annað og okkur var rosa vel tekið og 80-90% af tillögum okkar voru samþykktar og settar inn í stefnu flokksins en á sama landsfundi að þá fannst mér svona maður var eitthvað að kvarti við því að meðalaldur fórustunar okkar og þingflokksins okkar væri, þú veist, að nálga 60 sko eða 50 og eitthvað ára en meðaldur þjóðarinnar væri miklu lægri að það væri ekki nógu mikið ungu fólki í fórsvari fyrir flokkin en maður getur kannski lítið kvartað yfir því að maður býður sig ekki fyrir sjálf fram og það endaði með því að ég bauði mig fram í fórustu flokksins sem ritari sem svona annar varaformaður embætti og enda einhvern veginn á þessum landsfundi stutt eftir að ég ætlaði að reyna að draga mig úr pólitík sem ritari sjálfstæðisflokksins 25 ára þannig að nei, þá vissi ég svolítið að já, ég get ekki haldið mig frá stjórnmálum og þetta þarf ekki að gerast einhvern tímann eftir mörg ár, það getur bara gerst núna og svo getur bara að fara að gera eitthvað annað Er ekki mér áhugaverð þessu umræðu aldur í stjórnmálum að það er svo oft einhvern veginn verið að gefa sér að þeir sem eru yngri séu nú ekki alveg en þeir sjá hlutina bara öðruvísi og það hlýtur að vera mjög mikilvægt að vera með fólk inni sem sér hlutina öðruvísi Já, það er nú bara þannig að ef allir eru eins þá þarf ekki að hafa marga eins og til dæmis bara ég sé því ég fylgi þér á Instagram, ég sé hvernig þú notar Instagramið eins og þín kynslóð en svo ertu með eldri stjórnmálamenn sem er einhvern veginn, já, heyrðu það, sniðugt að vera á Instagram og þá fara þeir einhvern veginn svona að reyna að nota þetta en þeir einhvern veginn kunna það ekki alveg og ná þá ekki alveg til fólk sem þú ætlar að ná til á Instagram bara svona sem dæmi sko. Já, og það eru margir kostir við að vera ungur í stjórnmálum auðvitað fylgir því alls konar umtal og fólk reynir að klína á mann reynsluleysi eða að maður veit ekki betur og eitthvað því líkt en á sama tíma þá horfiru með öðrum augum á hlutina, þú kemur af annarri kynslóð, ég er svona óþolimóð, ég vil að hlutinir hreyfist hraðar og breytist hraðar ef við getum bætt hlutina og gert þá aðgengilegri og eðlegri á þessari öld sko sem að stundum bara kemur bara heyrðu þetta getur ekki verið svona árið 2021 sko og það er einhvern veginn margir kosti við að koma svona ungur af því að en á saman tíma er gagnrýnin bara þannig að þú veist ég er of ung en þeir sem eru eldri eru einhvern veginn búnir að gera alls konar sem þeir með ekki gera þeir að fara í stjórnmál sko og það er einhvern veginn það verðist enginn vera eitthvað ídeal aldur og stjórnmál verða líka að vera þannig að þú getur komið inn í þau og farið og komið aftur eða bara byrjað ungur og farið svo gert eitthvað annað eða öfugt sko. Hvað með formlegheitin? Ég manna að þegar Katrín varð fyrst ráðherra, menntamálaráðherra að þá einmitt kannaðist ég við hann og var að spjalla við hann og sagði bara þessu skrítið í mætti hann fyrsta daginn og það var verið að ávarpa mig sem ráðherra og einhverja hengju flíkuna mínar og verið að keyra mig með bílstjóra og eitthvað svona. Hvernig fannst þér það? Þetta er auðvitað að stíga inn í það að verða ráðherra er auðvitað bara, maður er mjög svona þakkláttur fyrir trausti en það breytist alls konar hlutir og einhver svona litli hlutir. Ég er samt fara frekar óformleg sko með og langar bara þú veist að vinna með fólkinu sem er í kringum mig og
en á saman tíma þá verður þetta að vera eitthvað svona struktúr og maður í hlutverkinu sem dómsmálaráðherra í vinnunni og verkefnunum og inn í ríkisstjórn og ég hef ekki hugsað mikið þetta. Þetta bara einhvern veginn partur af þessu sem maður gerir hvorki meira eða minna úr en sko. Hvað myndir þú segja þegar þú ferð inn í stjórnmál, fyrir hvað stendur þú í stjórnmálum? Svona, eða þú ættir að gefa mig bara svona lyftu ræði. Ég stend fyrir það að einstaklingurinn í samfélaginu fá að njóta sín og það séu búin til tækifæri fyrir alla til að grípa að frelsi fólks sé með þeim hætti að það getur það getur notið samfélagsins, að það getur auðveldlega svona skapað og sótt tækifærin sem það hefur áhuga á að grípa. Ég stend líka fyrir það að það sé ekki ríki sem leysa allan vandan, heldur einkaframtakið og hafa trú þar á einstaklingnum. En ég á sama tíma þá þjónusta sem ríki ætlar að veita að gera vel og að meiri fjármunir ekki jafnt og betri gæði. Það þarf að spyrja í hvað fjármunir að fara, hvernig erum við að nota og hvernig getum við nýtt á betur. Ég held líka að svona almennt að þá hef ég reynt að fara með það leiðaljós inn í verkefni eins og í ráðuneytinu að einfalda líf fólks, auka frelsið þess í hverju sem vera má sko og að svona verkefnið okkar ekki að setja alla í eitthvað ákveðið form eða ákveða fyrir hvernig líf fólks eða menntakerfið eða annað eigi að vera, heldur að reyna að skapa grundvöllin sem fólk getur þá byggt á. En hvað myndir þú að segja varðandi þetta eins og með COVID-tímabilið, þá myndi ég segja að það er bara mín skoðun að stærsta verkefni stjórnmálamanna núna sé það kom að vísu svolítið yktur tími, ég held að það verið í apríl eða maí fyrra að þá voru af 193.000 manns á vinnumarkaði voru 142.000 ef ég mann rétt, annarkvort á bótum, atvinnuleysisbótum eða örorku, eða að vinna fyrir hið opinbera á einhvern nátt. Og þá sem þetta er rosalega lítill hópur í einkageiranum sem á að standa undir þessu öllu, sko. Já, hvað er þetta að gera? Því nú er náttúrulega bara svolítið lausnin búið að vera að setja bara fleiri á bætur og einhvern veginn ríkið að búa til fleiri opinber störf og eitthvað svona. Ég veist að bara, ef einhvern tímann hefur verið mikilvægt að setja súrefni í einkageiran, þá er það núna. Já, og það eru þetta stærsta hlutverkið og það er verkefni sem er framundan. Við verðum að stækka einkageiran, við verðum að treysta honum betur, við þurfum að nýta fjármuni og betur innan opinbera geirans og þar með verður sjálfvirknivæðing og annað með fækka störfum þar líka. Og við verðum að fara að blása krafti í einkageiran og atvinnulífið og það verður bara stóra verkefni núna framundan. Það er svona ótrúlegt hvað finnst mér margir skilja kannski ekki að lausnirnar eru ekki bara fleiri opinbera starfsmenn, þú leysir ekki atvinnuleysi með því til lengri tíma. Auðvitað er þetta bjóð upp á og auðvitað hefur þetta ár kallað alls konar skringilega lausnir. Auðvitað ýmis útgjöld til fyrirtækja til að halda þeim á floti, til að geta svo þau geti hafið viðspyrnuna þegar það er þessi kostur. Og það er auðvitað hluti sem stærsti svona pakkin hefur farið í þessu ári efnahagslega, að það er að reyna aðstoða fyrirtækin að halda sér á floti í gegnum þetta og vera í einhvers konar vari á meðan að þetta gengur yfir og geta þá komið með krafti inn þegar þessi kostur. Og nú erum við að sjá að þetta tímabil fer að styttast með auknum bólusetningum, við verum að fara að tala fyrir auknum frelsi, þetta er Þú ert aðeins byrjuð að gera það og varst skömmuð fyrir það? Já, einmitt. Það er eitt parturinn að ég talaði bara fyrir því að það væri eðlilt að fara að létta. Varstu gripin bara eftir ríkisstjórnarfund? Já, ég bara spurði að því, skilur, hvað telur þú tímabært að fara að létta hérna innlands? Hver myndi ekki svara já, sko, þegar smittin eru bara mjög lítil, sko. Já, ég bindi auðvitað vonu við það, sagði ég, sko. Og tel það eðlilegt að við fáum aðeins að strjúka frjálsarum höfuð hér, séum ekki í jafnmiklum takmörkunum og áður þegar það er búið að bólusetja líka 90% af þeim sem eru 70 ára eldri og eru í mestu hættu við verunni, að þá þurfum við að hugsa hlutina, þá eru persónulegar smittvarnir, sóttkví, smittrakning og skimun það sem verður áhrifaríkast og auðvitað þurfum við að reyna að halda verunni í skeifu því að hún mun alltaf dúka hérna upp næstu, hún er ekkert farin og verður ekkert útilokuð en ég sagði þetta bara og fekk mikla skammi fyrir
en núna sitjum við hér 5 dögum seinna og það eru komnar afléttingar þannig að það eru þetta bara partur af jobbinu en mér finnst líka mikil bara að tala smá bjartsýnin í stuðina sem les maður fréttamiðla og það bara eins og það gangi ömurlega. Ég alveg sammála og líka mér finnst svolítið eins og það hafa orðið viðkvæðið að það sé næstu því bannað að jafnvel þegar það gengur mjög vel að þá einhvern veginn alltaf við skulum nú ekki gleyma okkur í gleðinni. Þetta má nú ekki verða of gaman. Já. Og ég einhvern veginn þetta alveg búið að vera nógu þungt fyrir nógu marga. Þungt í marga mánuði, kostum það að einhverjir hafa veikst í kringum hann eða jafnvel látist af þessu eða öðru af því það verður erfitt á þessu tímabili, bæði út af ýmsum takmörkunum en líka bara út af COVID eða bara mist vinnuna, mist fyrirtæki sitt, það bara búið að vera rosa erfitt fyrir marga andlega, einmannleiki, aukið heimilisofbeldi og það svo margt annað sem við höfum séð á þessum mánuðum og við verðum bara að mínum að tala með aðeins meiri bjartsýnin í stöðuna sem þó uppi að ég held að skipti máli bara fyrir svona sálatetrið og bara 100%. Mér finnst eins og þegar að gott að blessa þegar að COVID byrjar að þríeykið byrjar og þá svolítið þegar við látum sérfræðingan þetta sem bara flott en síðan liðið mjög langur tími og þá finnst mér stundum eins og það gleymist í umræðinu að Þórólfur kannski að vinna sína vinnu mjög vel sem sóttvarnalæknir en hann sóttvarnalæknir síðan eins og þú ert að segja með kvíða, heimilisofbeldi bara hvar verður heilbrigðiskerfi statt ef að ríkissjóður bara minka og allt þetta, það hlutur stjórnmálamanna og mér hefur stundum fundist eins og á hvaða punkti frábært og það að láta sérfræðingan þetta á einhvern hátt á hvaða punkti þurfum við að fara að fá stjórnmálamennin að stíga inn og segja, nú þurfum við að fara að hugsa heildamyndina, þannig að við getum ekki stimplað bara allt sem sóttvarnalæknir segir í hvert einasta skipti, því að við erum með ábyrgð á öðrum hlutum en hann. Og það þetta búin að reyna að taka inn í myndina alltaf, en það þetta ekki verkefni sóttvarnalæknis og það það sem mann kannski hefur þótt miður þegar fólk fyrir að tala niður til pólitíkusa því að við vitum ekkert við þurfum bara að skoða heildamyndina við eigum ekki að vera sérfræðingar í sóttvörnum þið eru beinlínis ráðin til þess við erum ráðin til þess og við erum kosin til þess og við verðum að skoða alla þætti í meiri heildamynd og það þetta verkefni núna framundan þegar við erum að sjá fram á miklar afléttingar og miklu fleiri bólusetta að taka þessa stöðu en ekki bara út frá sóttvörnum ef við værum bara að taka hluti út frá sóttvörnum og þá myndum við gera bara mjög lítið við myndum almennt bara vera heima hjá okkur og hitta mjög fáa alltaf og þessar aðgerðir hafa virkað vel við höfum fengið mjög lítið smitt og það hafa fáir látið lífið við miðum okkur saman með önnur lönd þó einhverjir að mér finnst svona að við verðum og það verkefni núna að taka alla þessa hina þætti inn í að halda okkur ekki lengur að takmarkarnir hafi ekki meiri áhrif heldur en það sem við erum að reyna að verja og þá þarf að huga alls konar þáttum og það verður stórt verkefni, það alltaf auðveldar að setja á höft heldur en losa þau við hefum nú séð þau ekki að það gegnum bara 100% það alltaf, við gagnrýndum nú Trump mjög mikið þegar hann lokaði landamærum Bandaríkjanna það var mjög háar gagnrýnsrættir eða allstaðar úr heiminum að þetta væri nú ekki leiðin og lokuð landamæri á þessum tímu væri bara mikil afturför og annað en við erum öll einhvern veginn komin í það við erum með mjög lokuð landamæri mjög takmarkaðar ferðir mjög hörð skilyrði við landamærin fólk kallar bara frekar eftir þessu ennþá harðari og þá veltum að fyrir sér hvað fólk að biðja Mér er mjög áhugaverð þegar hvernig við nota enska orðið narratífið hefur verið að breytast smátt ég meina í byrjun skildu við þetta alveg þetta snýstum að heilbrigðiskerfi má ekki yfirfyllast yfir í að við erum árið síðar og það bara verulegst Ísland og það er enginn búin að látast úr COVID á þessu ára á Íslandi og það er enginn inn á spítala út á COVID og þess vegna ég þá má alveg finnst manni ég að segja það og maður hugsa svona einhvern veginn eitt af því sem ég hef hugsað með bólusetningarnar en það kannski maður skilur að þeir sem eru í þessari stöðu þurfa að vera varkárir en væri ekki hægt að segja bara þegar það verður búið að bólusetta fólk yfir ákveðnum aldri bólusetta þá sem eru með undirliggjandi sjúkdóma þá ekki því til fyrirstöðu ef við opnum bara allt Jú, og það þetta núna að vinna stjórnvald að koma með svona afléttingar áætlun og það í vinslu við þurfum að meta það að við erum með í forgangi og höfum alltaf verið að opna innanlands en á sama tíma hefur sóttvarnalæknir alltaf ráðlagt það að opna samt ekki of mikið af því að bara mannleg hegðun mun
það mun alltaf koma hér veira og við munum aldrei geta haldið henni algjörlega fyrir utan sko. Og þess vegna finnst mér einmitt narratífið sko lokuð landamæri var fyrst bara partí hér innanlands vera smá rámt af því að það hefur eiginlega aldrei verið í boði sko. Og við viljum alltaf að Íslendingar geti komið heim og þeir sem vinni hérna geti komið til landsins sko. Já, mér svolítið en að einhvern veginn án þess að maður sé að gera lítið úr og svo neitt þá samt líka bara það árið 2021 ekki ferðafrelsi eitthvað svona sem við viljum að sé við líði? Við þurfum að þora að ræða núna að við viljum stefna að opnar og frjálsara samfélagi og það á ekki að vera eðlilegt að landamæri séu lokuð og allt frá útlöndum sé hættulegt og ég held bara umræðan almennt skapi það sem maður er að heyra svona dæmi að bara fólk af erlendum uppruna sem kannski býr hér það er bara ráðist að því á hótelum og spurt hvort að það ekki verið í sóttkví og það er hérna allt sem frá útlöndum kemur sé einhvern veginn hættulegt eða sé að brjóta eitthvað og á meðan að langflesti sem er að koma hingað til landsins er fólk sem vinnur hér eða Íslendingar í einhverjar erindagjörðir sko, hvort sem það er í jarðafarir hjá ættingum að þeir búa erlendis eða annað. Ég er bara magnað eins og þegar Brynjar var á Spánu daginn. Já. Einhvern veginn erum við í alvöru þar að þá að fara séma mannin og gera einhverja brjálaði úr því að hann hafi farið til útlanda til að heimsækja bróður sinni, það langveikt fólk í fjölskyld, bara hvað erum við að ræða? Já, og það er þetta samfélag sem maður auðvitað óttast og vill ekki festast í og þess vegna hef ég alltaf reynt að tala eins sko með þeim hætti að markmiðið er alltaf að aflétta þessu bara eins hratt og kostur er sko, auðvitað með öryggi fólks í fyrirrúmi en að festast ekki í þessu og það er svo auðvelt að festast í sko, veruleikin okkar bara eins og þú segir hvernig við þróast síðasta árið hvað okkur finnst eðlilegt og við erum hægt að miða við sko eðlilegt líf heldur við erum farin að miða við eitthvað svona sem eru kannski minni takmarkanir. Ég hef stundum svona einhvern veginn varpa því upp ef það hefði verið sagt við fólk í desember 2019, segjum það bara eftir 1 ár þá er bara þannig að það mun þykja mjög eðlilegt að fólk verði bara lokaðir á heiminu sínum það er bara ferðalög eitthvað sem þú getur bara gleymt og bara áfram og síðan myndur þú spyrja fólk hvað gerðist ég held að flesti myndu giska og varð kjarnorkustyrjöld þú veist þá hugsa maður svona einhvern veginn maður skildi þetta í byrjun en síðan er þetta orðið svolítið svona verðum við ekki alltaf að vera að vega og meta Jú, það er þetta verkefni okkar sko við þurfum alltaf að vega og meta alla aðra þættina og áhrif þessara takmarkana mun örugglega lifa lengi með okkur ekki bara út af ríkissjóði og þeim niðurskurði sem kemur við þurfum að endurhugsa ýmsa hluti og við getum ekki fólk sem auðvitað kerfin okkar eiga öll að vera góð sko en við þurfum auðvitað það munu mæta okkur mjög miklar áskorunir í efnahagsmálum þegar þessum heimsfaraldri lýkur en ekki bara það heldur líka alls konar aðrar afleiðingar af fólki sem hefur kannski síður leitað sér aðstoðar sjúkrahússins til að venda það vegna annarra bara veikinda, krabbameins eða bara geðheilsu og allt sem ég nefndi áðan og þetta er auðvitað gríðarlega stórt verkefni og COVID er ekki beint svona þetta er ekki beint eitthvað pólitík sko þetta er ekki hægri og vinstri eitthvað svona mjög skýr lína hvernig þú átt að bregðast við heimsfaraldri og þess vegna hefur þetta verið gríðarlega mikil áskorun og við sjáum auðvitað öll lönd í kringum okkur hafa lent í Mér leiði samt eins og þetta yrða svolítið til pólitík út af Donald Trump þegar hann kemur í blá byrjun og segir þetta er bara flensa og eitthvað svona að þá verður það svolítið þannig að þeir sem eru hans megin við línuna, þeir bara gera lítið úr COVID en þeir sem eru hinum megin við línuna herðast ennþá meira í að það verða loka öll og verið, af því þeir geta bara alls ekki verið sammála Donald Trump-ininu sko. Mér leiði eins og þar hafi verið settar svona svolítið pólitískar línur í þessu sko. Já, það geti alveg verið sko en á sama tíma vildi hann loka landamærum og annars sko þannig að þetta var svona maður eitthvað byttu, þetta er svona svolítið twisted og auðvitað er ýmislegt sem kemur inn í pólitík það eru þetta ýmsar aðgerðir sem þarf að bregðast við en allt gengur það samt út á því að við getum einhvern veginn verið í smá vari og komið hratt tilbaka því að sú innspýting mun skipta gríðarlega miklu máli og þá er það bæði það að takmarkanir séu ekki lengur en þarf og að efnahagsaðgerðir séu heldur ekki lengur en þarf heldur að fyrirtækin geti risið hratt upp aftur Þú sagðir aðeins áðan þetta sem að gerist þannig þegar þú ert gripinn við ríkisstjórnarfundur og segist vilja afléttingar og svo heyrir maður
Þóról og Kára og fleiri vera að tala aðeins þig og það svona eitthvað á æskan og ung og bara ákveðnu hlutir sem þá hugsa ég bara í þessu svona identity politics sko, af því ég veit að þú ert ekki mikið að barma þér yfir því að það sé erfitt að vera kona, en ég hugsaði hefði ekki meira heyrst ef að þetta væri ung kona í stjórnmálum sem væri hinum megin við línuna, þar að segja ef þú værir í vinstirflokki. Þá hefðu margir sagt þetta er einhverjir eldri kallmenn bara beinlinni segjulega niðurlega unga konu sko. Mér finnst þetta bara ekki alveg í lagi sko. Nei, mér fannst þetta mjög áhugavert og þegar gripið til sko aldurs míns eða kyns til þess að reyna að gera lítið úr því sem ég sagði án þess að ræða bara stöðuna málefnilega sko eða ágrundilli staðreinda. Það er spes. Að þá þetta bæði hef ég almennt litið bara á það þegar það gerist sem ef það er eina sem fólk hefur út á að setja sko, ég sé svona ægilega ung að þá nú kannski ekki mikið í því en á sama tíma verður maður að standa upp fyrir ungt fólk sko og segja bara, þú veist, svona á ekki að tala til ungs fólks í áhrifastöðum. Ungt fólk er ekki síðri í áhrifastöðum heldur en þeir sem eldri eru og Það er ódýr lausn að ræða ekki málefnalega, heldur fara bara í þetta. Já, og hvað voru þeir að segja, sko? Þú veist, hvað var Kári að segja? Kári var að segja það að ég vildi fórna heilsu þjóðarinnar og það var einhver ákefð æsku minnar sem þar, svona, væri að stjórna því að ég væri einhvern veginn ekki nógu klár eða ekki nógu, skynsöm til þess að taka skynsamlegar ákvarðanir. Bæði laut þetta þá að því að ég var að vonast til eftir eins og held í flestir til einhverju afléttinga sem nú hafa orðið að veruleika örfáum dögum síðar en líka var þetta það að aðilar utan Schengen geti komið með bólusetningavottorð eins og innan Schengen sem var tilmæli frá sóttvarnalækni að gera ekki mun á milli bólusetningavottorða og það hafði verið tilmæli hans að viðurkenna þau innan Evrópu í nokkra mánuði og viðurkenna mótefnavottorð í fleiri mánuði en allt í einu er ég að fórna þjóðinni þegar Bretar geta komið með vottorðin eins og Þjóðverjar eða Pólverjar og þá var ákveðið að byrja að skima þetta fólk líka einu sinni og allir þeir sem hafa komið núna með bólusetningu vottorð, enginn af þeim hefur reynst smitaður þannig að þetta er auðvitað svona ódýrt að grípa til þess að þegar þetta er byggt á ákvörðun ríkisstjórnar á grundvelli tilmæla sem sóttvarnalæknir kom með og það stendst ekki jafnræði þú til að sem hann kom með að veita þessu bara brautagengi frá Bretlandi og Bandaríkjunum og Kanada en við erum með tilmælum það að við tökum bara ákveðin vottorð gild við ákveðin bóluefnum sem við viðurkennum þannig að þetta eru auðvitað bara þessi lönd sko þetta er svona útustúningur og ég vil einhvern veginn opna landi og sé taka einhverja áhættu sko bara, það er enginn að opna landi sko, við erum bara að taka sömu vottorðum gild og beita einhverju skynsemi við landamærin Tekur þetta eitthvað til þín þegar það er sagt eitthvað svona þig að ertu bara orðin vönn? Ég er orðin vönn. Ég er búin að vera í opinberu umræði 10 ár. Já. Þó ég sé 30. Og þetta er bara partur af þessu. Það er auðvitað ómálefnilega gagnrýnin og svona annað bara fer inn eitt og út hitt. Ég les lítið af einhverjum svona virkum í athugasemdum. En það sem auðvitað stuðar mann kannski og yfir áhrifamann það er bara beinlínis haldið fram röngum hlutum og verið svona slá ryki í augu fólks og þær ákvarðanir eða það sem ég er að gera og það er kannski það eina sem maður vill reyna auðvitað að leiða þetta en annað leiðir maður hjá sér Þarf maður ekki dálítið beinu nefið til að vera í stjórnmálum út af með þessu bara þessari umræðu sem að verður stundum mjög ómálefnaleg sko. Sérstaklega þegar fólk er komið í ráðherrastöður og svona einhvern veginn hefur meiri völd Jú, að sjálfsögðu og það er kannski við verðum ekki að reyna að gera stjórnmálum svona þannig að fólk vilji koma í þau og starfi þeim að því að stjórnmál eru frábær og það er mjög gaman að starfi í stjórnmálum og hafa áhrif á samfélagi sem við búum í en maður þarf að hafa beinni þetta getur auðvitað verið mjög töff og en á sama tíma þegar það er erfitt og töff að þá veit maður líka þú veist, það er það ástæðu þú hefur mikil áhrif og þú ert í
stóri stöðu og eðlilega mun blása aðeins þig. Talandi bein í nefuna, ég fór að skoða eins bara það sem þú hefur unnið við. Já. Það eitthvað svona það ákast ekki hugsun, það er hugsað konu og þú hefur verið bæði á sjó og í lögreglunni. Það er ekki alveg stereotypan. Nei, kannski ekki. Ég er svona horfði einhvern veginn á það tíma minn í lagadeildinni að ég ætti að nýta hann betur en við skrifborð. Langaði að prófa mismunandi hluti og var blaðamaður fyrstu sumri mín og svo fór ég í lögguna. Hvernig var að vinna í löggunni? Það var frábært. Það var rosalega mikilvæg og dýrmæt reynsla. Þetta er auðvitað bara starf þar sem þú ert að þjónusta og aðstoða fólki erfiðum aðstæðum oft á tíðum. Ég var út á landi og slys og alls konar verkefni. Þá mér fannst lífsreynsla mín að reynast mér vel í þessu starfi þegar þú komst í erfiðar aðstæður. Og almennt bara, það fannst mér mjög gott að svona kynnast þessum heimi, kynnast starfi lögreglumannsins og kynnast líka þeim heimi sem lögreglan mætir í og er viðloðandi. Varstu út á landi allan tíman eða? Já, ég var 1 ár á Hvolsvelli og 1 ár á Selfossi. Því að ég fór stundum og vaktir með lögreglunni en þannig í miðbæður að vinna á Stöð 2 og það var kannski mikið ölfuðu fólki en þá brá mér svo mikið að sjá hvernig fólk talaði við lögregluna og hvernig það umgekkst lögregluna. Varst þú vör við það? Já, ég prófaði að fara eina vakt í miðbænum sko en sjálfsögðu og það eru þetta bara, oft er það bara fólk í slæmu ástandi eða virðingin er ekki mikil á þeim tíma en það eru þetta bara verkefni lögreglunar að sinna því sem útkallið beinist að og hvers konar verkefni sem það eru sko. Og maður sá þetta líka hvað mikið getur breyst þegar maður var í lögreglunni þegar það voru að breyta svona verklagsreglur varðandi heimilisofbeldismála þessum tíma og maður sá hvað það munaði miklu að það voru settar nýjar línur í samtíma. Hvað var það sem breytist? Til dæmis að geta fengið nálgunarbann á aðila innan 24 tíma þannig að þú sérst að taka gerandan úr húsnæðinu en ekki þolandan. Það eru þetta bara svona eitt atriði að það sé ekki þolandin sem er einhvern veginn rifin upp úr rótum á heimilisinu til að venda hann, heldur sé það gerandin en lögreglan getur haldið honum í 24 tíma og þarf þá að geta fengið nálgunarbann á þeim tíma svo að úrræðin þessi virki vel saman sko. Og það voru sett ný lög sérstaklega heimilisofbeldi bæði varðandi í fólki nánu samböndum en líka ef barnir horfir á ofbeldi, það verður vitna af því að þá er það ofbeldi að samanskapi. Hvað með sjóin? Hvað kom til og fórst á sjó? Mér hafði lengi langað á sjó og ég vissi ekki alveg hvernig ég átt að bera mig af og komst á einhvern svona biðlista fyrir svona afleysingamenn. Skráði mig í Slysavarnaskólann og var að bíða eftir að komast þar á en kom svo túr verslunarhelgi. Þá losnaði svolítið í Eyjum og þegar ég flaug til Eyja þá voru allir að fara á þjóðatíð nema ég í flugvélni, þá var ég að fara á sjó og fór á makríltúr og fórum í Grænlandshaf og var í 7 daga veitum mörg 100 tonna makríl og löndum svo í Þórshöfn Langanesi. Hvernig var að vera á sjó? Mest æði þetta er mér langaði bara einhvern veginn að kynnast alls konar hlutum og sjómennska var eitt af þeim og ég var ekkert sjóveik sem er gott, ég var smá hrædd þú veist, almennt verður ekkert orðið sjóveik í lífinu en þú veist, þú ert bara komin eitthvað á ballarhaf sko, þá veit maður ekki og þetta bara frábærir menn sem voru með mér borð og sem ég held að það sambandi við og senda mér oft hvatningu á sjónum og þetta er bara einhvern veginn svona sjá aðeins hvernig þessir hluti virka og bara fá að ég get alveg ímyndað mér að gera þetta aftur sko en svo var ég bara kjörin á þing stutt senna. Það var líka gaman þarna að koma fólki óvart sko
þeir horfðu þannig á mig bara hvað var þessi valinn bara að koma hérna á sjó sko. Bara þetta verður náttúrulega eitthvað sýnishorn af eintaki sko, veist, af starfskrafti. Og voru þið sáttir við þegar þetta var búið? Já, mjög sáttir. Okay. Það alltaf gaman að koma fólki á óvart. Gekkja. En hvað með þetta einmitt að vera, þú kemur mjög ungin í stjórnmál og ert ekki næst yngsti ráðherra bara í Íslandssögunni, eða ekki? Hjálpar það mann einmitt að hafa þetta bein í nefinu og geta tekist á við þetta að þú hefur gengið í gegnum hluti persónulega eins og að missa mömmu þína, eiga langveikar systur. Kemur maður þá svona einhvern veginn, maður er búin að öðlast þannig lífsreynsla að maður einhvern veginn getur, ykkur að segja eitthvað hann að það verður aðeins bara svona, maður getur... Já, ég held að þetta öll þessi lífsreynsla mín svona stuðli að því hver ég er og hafi byggt grunninn og hluta til svona látið mig, ég var svona þroskaðist hraðar tíma og varðu þetta bara svona reynslu meiri, umburðarlyndari en líka bara hafi gengið í gegnum erfiða hluti sem alltaf einhvern veginn endar á að stækka mann og herða mann og það þetta hefur reynst mér vel. Þetta að missa móður sína ung er eitthvað sem ég myndi ekki óska neinum. En á sama tíma þá lærir maður aðeins að meta lífið upp á nýtt. Þegar maður tekur ekki lengur öllum sem sjálfsögðum hlut og lífið gæti bara verið mjög stutt og það er eins gott bara að njóta þess og hlaupa áfram og vera óhræddur og bara, þú veist, kýla á hlutina sko. Og það eru þetta alls konar áskorunir sem fólk og það er allir einhvern veginn að díla við eitthvað og þetta kennir manni líka bara eða svona, ég held að til dæmis að eiga langveikar systur það kennir manni líka bara á svona annan hlut samfélagsins sko, sem er mjög dýrmætt í stjórnmálum. Já, að sjá hliðar á kannski að vera notandi kerfisins og einhvern átt eða þannig. Já, vera systkini, sjá hvað foreldrarnir þurft að berjast við kerfið og hvernig heilbrigðiskerfið var og hvernig síðan þessi þjónusta sem hún er með núna er að virka og allt þetta. Þetta er auðvitað bara, maður er stöðugt að reyna að setja sig inn í hluti, kynnast fleiri þáttum samfélagsins, átt að sjá því hvernig þið virka en ekki bara einhvern veginn lögin á blaðinu sko. Og það er auðvitað bara verkefnið og hvort sem það er þetta eða taka það með mér úr lögreglunni að það þurft að bæta lögum nálgunarbann og umsáturseinelti sem ég hef núna breytt. En það var líka út af reynslu minni í lögreglunni að ég áttaði mig virkilega á því að það þurft að breyta því. Og varandi að sjá hvernig NPA þjónusta sem er svona notendastýrð persónuleg aðstoð sem er komin fyrir einstaklinga með fötlun sem geta þá lifa frjálsara lífi, hvernig hún virkar fyrir systur mína, þá auðvitað áttar maður sem miklu meira á því þegar maður er að taka þátt í lagasetningu slíkt. Er ekki mitt aldrei mikilvægt að stjórnmálamenn, ég var með Ásmund Einar einnig viðtali og ég upplifði það svo sterkt á honum hvernig hans æska og hans uppvöxtur veldur því að hann er með alveg sérstaka ástríðu fyrir ákveðnum hlutum að því maður getur kannski ekki verið í öllu þegar maður er stjórnmálamaður, að maður seti þá fókusin á eitthvað þar sem ég hef reynslaðis og ég veit hvað fólki sem er gangi gegnum þetta þarf mikið á þessum breytingum að halda. Jú, ég held að öll svona reynsla og þekking sé dýrmætt og það er ekki bara að gangi gegnum það sjálfur eða þekkingu, það er líka bara verkefnum að kynna sér það ef maður hefur áhuga á því og setja sig inn í hlutina og frá öllum sjónarhornunum og að hitta fólk. Stjórnmáli eru svo mikið fólk. Við erum bara að einhvern veginn setja reglur samfélagsins til þess að bæta líf fólks og þess vegna skiptir rosa miklu máli að bara hitta mikið af fólki, vera í sambandi við og fá að upplifa það sem aðrir eru að upplifa. Og allt þetta móta mann auðvitað. Bara að alast upp með systur með fötlun, að missa móður sín og krabbameini, að eiga líka pappa sem veiktist alvarlega og allt þetta gerir manna þeirri mannesku sem maður er í dag. Þú lýstir í eitthvað þannig að það hefði verið svona annað sorgarferli þegar þú fórst að hugsa einhvern veginn það sem hefði geta orðið eða það sem átti eftir að verða. Hvernig? Ég held að margir upplifi þetta sem missa einhvern ofsnemma, að það er svona sorgin fyrir því sem hefði átt að vera. Og það er svona kannski partur svona sumt sem við kannski myndum kalla þetta svona eftirsjá eftir einhverju sem
að þú ert auðvitað búin að sjá fyrir þér einhvern veginn lífið þitt síðan missir eitthvað svona að þá er svolítið klift á ákveðin hluta þessi aðli verður ekki vitni af því þegar þú gengur í gegnum þetta eða verður ekki partur af lífiðinu þegar þú við stóra áfanga þið getur ekki einhvern veginn notið lífsins saman eða gert eitthvað og getur ekki deilt þessum hlutum með manneskjunni og það er svona kannski svona fannst mér sorgin sem ég fannst erfiðast að komast yfir og vinna úr en fannst mér mikilvægt að hún var rædd bara og þessi hlutir svona og það er mjög mikilvægt að fannst mér að tala við fólk sem hefur gengið í gegnum sambærilega hluti og þess vegna hef ég reynt að hitta mikið af ungu fólki sem hefur verið að missa foreldra sitt og hef mætt í hópa til að tala um mína reynslu og hvernig það takast á við þetta það er engin einhvern veginn fullkomin leið að takast á við sorg og maður má heldur ekki svona einhvern veginn skamma sig fyrir að takast á við sorg með öðrum hætt en annars það gera allar sinn hátt og það er ekki einhvern veginn maður fær ekkert út úr því að segja eitthvað ég mæti ekki nóg oft í kirkjugarðin ég er ekki nóg einhvern veginn góði að takast einhvern veginn að það er bara ekkert leið allra til að einhvern veginn minnast eða virða eða minnast manneskjunar það er leið sumra og bara frábært en það með fólk verður svona ég held að þetta sé svona mikilvægasta hluturinn því að vera að tala með fullt af ungu fólki það gerir allir svinn hátt það er mikilvægt að geta talað um hlutina og að tíminn læknar ekkert öll sár heldur bara þú lærir að lifa með þessu en að vera ekki einhvern veginn að halda því gegn sér að maður sé ekki að gera það með ákveðnum hætti Hvað með að því þú sagðir að pólitík snýrist mikið um fólk og einstaklinga hvað með þann málaflokk sem er stundum kannski svona erfiðastur í því að kerfið verður að setja reglur en svo er eitthvað svona einstök tilvik sem stinga bara í hjartað í innflytjendamálunum og ég var einmitt með Mikael Torfason í viðtali þar sem hann var einmitt að tala um augnablikið þegar hann hætti að taka hluti mjög persónulega sem ritstjóri DFF að því hann fattaði að þetta er ekki fólk að ráðast á Mikael, þetta er fólk að ráðast á ritstjóri DFF og ritstjóri DFF núna er bara að taka það sama og ég og þá sagði hann einmitt ég held að þú veist það sem Hanna Birna var að taka á ákveðnum tíma, nú er það bara Áslaugarna hvað gæti kerfi gert betur í þessum málum? Ég held að öllum kerfum getum við gert eitthvað betur og við erum alltaf að endurskoða og skoða hvar við getum gert betur. Í þessum málaflokki að þá hefur hann bara breyst svo hratt af því að áskoranirnar hafa bara svona breyst úr því að hér komu bara örfáir að sækjum alþjóðlega vernd í það að kerfið þurfti að fara að taka við svona 800.000 manns á ári að sækjum alþjóðlega vernd og málaflokkurinn hefur auðvitað kannski hann þróaði svo hratt en er svona stöðu áskorun að því hún snýst bara um fólk og einstaklinga og umræðin verður meira mál einstakra aðila heldur en kerfið og hvað við getum almennt gert betur til að breyta því og í þessu eins og öðru verður þetta að vera jafnræði og gagnsæi og það verður sama gildum alla, það má ekki vera þannig að ef þú kemst í fjölmiðla eða þekkir einhvern að þú þitt mál fá einhvern sérstakann framgang En hvað með þetta, þegar maður sér stundur svona einstök mál, ég grip fram með fyrir þér, það sem að maður hugsa fyrir að einstaklingurinn er komin hann er búin að vera einn dálítinn tíma og það er kannski búið að vera mikill kostnaður við það, svo núna er einstaklingurinn fyrst komin á þann stað að geta orðið almennilega þegn í samfélaginu, þá er hann sendur heim til sín. Já, og þetta er auðvitað stóra áskorunin er að svara fólki fyrr, af því í því felst mannúð. Að bæði að fólk fái svar fyrr ef það fari jákvætt svar svo það geti fyrr hafið árangursríka aðlögun á samfélaginu og verið partur af því og vitað, fengi vissu fyrir því að hann fengi hér að vera hér en á sama tíma að þá er það líka mannúð í því að segja fólki fyrr neikvætt svar til að minnka þessa óvissu og þetta til að forgangsraða þeim kostnaði sem við erum að leggja í þetta kerfi sem eru orðið nokkri milljarðar á ári í þá sem þurfa á alþjóðlega verndina að halda og þetta kerfi er bara einn hluti útlendingamáluna. Það er þessi alþjóðlega vernd og hún er svo sem fær mesta umtalið en oft er þetta líka fólk að leita betri lífskjörum en það er enginn að spyrja að byrja af hverju veitum við þessi fólki ekki atvinnuleyfi hérna. Það er annar partur útlendingamáluna. Við þurfum fleira fólk á Íslandi. Við þurfum bæði eignast fleiri börn en við þurfum líka að bjóða fleira fólk velkomið. Akkurat.
og þá þurfum við að laða hingað fólk sem vil koma hér og starfa og auka samfélagið okkar og ekki bara einhverja hámenntaða sérfræðinga heldur alls konar fólk og í venjulegu árferði þurfum við fleiri vinnandi hendur og við eigum ekki festast í hugsun Evrópu að allir utan Evrópu séu ekki jafn gott vinnuafl og þeir sem eru innan Evrópu og það heyrir undir annan ráðherra, atvinnulífin og þetta er auðvitað skipt og síðan eru kvótaflóttamenn sem er síðan þriðji parturinn sem eru svona forgangsflóttamenn ef svo má segja þeir sem eru búnir að fá þá stöðu að þeir þurfa alþjóðlega vernd og þeir myndu aldrei geta komið hingað á eigin spýtur og þann hópi eru alltaf að stækka og eru nú að taka á móti 100 þannig á ári og það er það fólk sem er sérstaklega valið við erum að taka á móti hinsegin fólki sem getur ekki verið þarf að flýja land sitt vegna þess fjölskyldum, stórum bjarnarfjölskyldum og svo framvegis og þetta við þurfum síðan að ráða við þessa heildarmynd sko og oft er mikið agnúast út í alþjóðlega verndarkerfið sem þarf samt að passa sig ef það á að haldast í að virka fyrir þá sem þurfa alþjóðlega vernd þá þurfum við auðvitað að segja nei við þá sem uppfylli þau ekki skilyrði sem eru almenn skilyrði sem eru í öllum löndum í kringum okkur og eru bara mannréttindasáttmála Evrópu sko og þetta eru auðvitað verkefni að og auðvitað verða málin erfið þessi einstökum málir auðvitað alveg Já, sem það er alveg hræðileg en hverju myndir þú svara þeim sem segðu að ættum einfallega bara að ganga miklu lengra í að leyfa fólki að vera hérna og hleypa fólki inn er það aðalega kostnaðar hlutin sem að væri þá mótrökin? Nei, það er líka það að í hvaða kerfi eigum að hleypa þeim inn. Ef við opnum bara á alþjóðlega verndarkerfi okkar og segjum bara, það sé bara þú þurfir ekki að vera flýja ómannulega aðstæðar, það skiptir ekki máli hvort þú sé búin að fara til annars Evrópulands og svo framvegis, að þá myndum við aldrei ráða við fjöldan. Það eru svo margir að flótta í heiminum að við verðum að gera þetta vel og það eru allir skilmálar, allar alþjóðlega skuldbindingar sem segja frekar gera þetta vel fyrir þá sem vilja koma af því að það eru mörg önnur atriði sem þurfa að virka líka. Hvaða sveitafélög er að taka á móti fólki með alþjóðlega vernd? Þau eru 3. Hvað eru mörg sveitafélög í Íslandi? Já, þau eru 3 sem eru að taka á móti fólki. Hvernig aðalar sem eru ekki með íslenska móðumál að standa sig í íslensku menntakerfi? Hvernig menntakerfi að standa sig? Sko allir þessi hlutir þurfa að virka saman og það er ekki hægt að benda bara á það að það þarf að opna meira þetta kerfi. Þetta þarf alltaf að virka saman. Hleypum frekar fleira fólki inn sem vill starfa hérna og búa hérna. Pössum að verndarkerfi virki fyrir þá sem þurfa alþjóðlega vernd og að þar getum við ekki haft kerfi sem er mjög ólíkt öllum kerfum í Evrópu af því við sjáum þá bara hvað gerist. Akkurat. En mann líður stundum eins og fólk sem sannarlega ætta mega komingað sé að blæða fyrir það að það er ákveðið fólk sem kemur og er kannski að nýta sér kerfið væri þá ekki frekar hægt að stoppa í glufurnar í kerfinu? Það er auðvitað alltaf verið að reyna það en almennt ef þú þarft á alþjóðlegri vernd og ert að flýja ómannulegar og lífshættulegar aðstæður þá farið hér alþjóðlega vernd og það hafa aldrei fengið að margir alþjóðlega vernd og í fyrra yfir 500, 600 manns held ég sem fengu hér alþjóðlega vernd á Íslandi það eru auðvitað gríðarlegu fjöldi og við erum að gera hlutina mjög vel en það eru auðvitað síður fjallað það og þegar málefni einstaklinga er í umræðinni að þá getur enginn svara fyrir hver niðurstaðan er Nei. Og ég held að það þurfi að í nokkrum löndum í kringum okkur þá er það þannig að ef þú ferð með málið til fjölmiðla að þá eiga fjölmiðlar að fá aðganga á úrskurðunum að það er líka ósanngjarnt gagnvart kerfinu og fólkinu sem vinnur í kerfinu að það sé ekki talað báðar hliðar málsins. Það er alveg rétt. Og það er auðvitað viðkvæmt að segja þetta. Það er þetta geta verið persónulegar upplýsingar sem það er auðvitað að passa og allt þetta. En ef þú kýst að fjallum málið þitt sjálfur opinberlega að þá á fólk rétt á því að mínu mati að fá að heyra báðar hliðar. Já, því ég þekki einstaklingar sem vinna þeim megin inn í kerfinu að þeir megi aldrei tjásu eitt neitt sko. Nei, svo koma málun í fjölmiðla og ekki koma einstak mál á borð ráðherra því það var tekið fyrir það fyrir nokkrum árum með því að hafa sérstaklega sjálfstæða kærunefnd sem færi yfir öll mál hún er sjálfstæð og þessi mál kom ekki inn á borð ráðherra og auðvitað þetta eru viðkvæmustu málina þetta er bara fólk og langa erfiðustu málin í umfjöllun af því að þú getur ekki svarað fyrir þau af því að það er rosa leiðilegt svara benda á kerfið Akkurat. Það er ekki mín pólitík sko, kerfið er bara svona og þú veist og heldur, við erum alltaf að reyna að leita
bæta kerfið en hvað síðan verið að fjallum sko, ég læt vinna flotta skýrslu málefni barna og flótta einhver fjölmiðl fjallar hana? Nei. Það eitthvað lítið? Engin. Já. Ekki einfrétt. Ekki einfrétt? Nei. Mér langar að skipta aðeins takt. Tökum smá pásu. Já. Mér langar aðeins að fara næst bara í þetta með að tala, fara að tala við ungt fólk pólitík. Maður upplifir að mjög margir hugsa bara pólitík, ég nenni ekki það sko. Út af einmitt þessu ég hugsaði þegar ég var að biðja að koma við viðtali, ég sendi á þau skilaboð og þú svaraði strax bara já til í það og svo hvað er að fara að tala um? Bara að tala um alls konar, ok, flott. Minnst þetta verður svona til marsum að því þú ert ráðherra og ráðherrar oft svona, þetta er langt viðtali, ég get alveg að fara að tala af mér og eitthvað, en þetta er svona til marsum það að þú ert óhrædd. Er það svona hlutaði þá að geta höndlað vel eins og bara þegar það verið að skamma þig fyrir að fara í eitthvað þyrluferðir og eitthvað svona? Já, að sjálfsögðu og það hefur verið svona þegar maður er spurður út í það bara þú veist af hverju ertu í þessu og hvernig tekur þessar ákvarðanir og hvernig bara segiru 28 ára að þú ætli bara að vera dómsmálaráðherra þú veist þetta er þetta og það er einhvern veginn það kemur allt heim og saman í því að ég er almennt bara mjög óhrædd við hlutina hvað sem það er sko og það er rosalega mikilvægur eiginleiki það felst í svo mörgu sko, að vera bara óhrædd við að taka ákvarðanir, óhrædd við að leysa úr erfiðum málum, óhrædd við að breyta hlutunum en líka bara, þetta er svona sko og þetta verður þungt og það er alls konar erfið mál og ég ætla líka bara að takast á við þau já, þyrluferðir sko að fara, sem yfirmaður almannavarna að skoða eldgos sko allt verður brjálað. Þú finnst alveg nóga drulli fyrir það? Já, ég hef ekki séð aðra ráðherra sem sinna sínum verkefnum og fá svona forsetinn fór tömdum eftir mér í þyrluferð hann er ekki umar almannavarna og hefur kannski ekkit sérstakt hlutverk að skoða eldgósið og hann lítið búið að tala um það en sjálfsög bara mjög eðlilegt að hann fari og skoði og hann er boðið að landhelgisgæslunni sem sinnir mikilvægu hlutverki og það var ekki eins og ég hefði verið fyrst á staðinn það var vísindamennin og voru búin að fara sko en þetta er bara hlutaði og ég tek þetta ekkert inn á mig en auðvitað er áhugavert að bera saman hvernig gagnrýni fólk fær en maður það bara að vera svolítið frakkur í þessu Ég hef hugsaði bara þú veist umræðinu þetta var svona eins og það væri ein þyrla í landinu og hún geti farið svona einu sinni í viku sko. Bara hvað okkur mátt þú ekki farið með landhelgisgæslunni í þyrlu þannig yfir hvað er vandamálið sko? Já, það er ekki eins og ég sé eitthvað bjóða mér sjálf og mæti með einhvern veginn drykk og sé einhverju útsýnisflugi sko, ég er þarna sem í vinnunni sko. Er þetta að því ég einhvern veginn tel mig vita það að þú sért ekki mikið að tala kynja einhvern veginn að það sé erfitt að vera kona í stjórnmálum en er það fá konur öðruvísi gagnrýni en karlmenn? Já, menn fá gagnrýni en ég held að konur fá ennþá aðeins öðruvísi gagnrýni. Hvernig? Ég held að þeim leyfist minna að gera mistök. Það er einhvern veginn öðruvísi kannski kröfurnar sem eru settar eru öðruvísi. En að sama tíma finnst mér kannski hún oftast snúast það að ég sé ung. En mér finnst það bara ekkert neikvætt sko Nei, bara það er það eina sem þú hefur sko bara frári geggjaru stuðu sko Já, ef að fólk fer ekki í málefnin þá Já, en konur auðvitað endast skemur í pólitík og það er staðreynd Er það staðreynd? Já, kallar eru lengur í pólitík en þá en staðan eru auðvitað verða góð á mörgum sviðum en þetta er auðvitað búin að vera karllægur heimur í lengri tíma og alltaf við verða þess að brjóta og en já, ég held að ég vona að þetta sé að breytast hratt en auðvitað kannski fór maður svolítið svona kaldur og hélt að þetta væri bara allt komið þú veist, bara það eru búin að vera konur hérna undan mér og það eru búin að þannig taka slægið fyrir mig og nú er þetta bara alveg eins en svo sér maður svona hvernig fólk talar aðeins öðruvísi, maður þarf að bíða og þú veist, þinn tími er nú ekki komin alveg strax, verðst þú nú bara róleg bara eins og þegar maður var óskæftið því og segja bara, ég
auðvitað minn óska eftir því að vera dómsmálaráðherra, þetta ráðuneyti laust, það verða velja úr þingflokknum og ég tel mig full búna til að verða dómsmálaráðherra og þá bara, já, hún svo reynslulaus. Já. Þú veist, það hérna en þetta bara hluti af þessu, þú verður einhvern veginn að, já. Urðu breytingar í, að því, eins og segir, karlægur heimur, urðu breytingar í MeToo-byltingunni? Þá urðu breytingar að það sé allt í einu talað einhver mörk. Einmitt. Og það auðveldar að ræða þetta, auðveldar að benda á þetta. Þetta orðið svona umræðuefni. Ég held að það sé stærsta breytingin. Að fólk, þetta ekki lengur eitthvað svona sem þarna en fleki fíllinn einhvern veginn. Þetta orðið allt í einu bara að setja stjórnmálamenn og segja, já, hérna eru mörkin, sko. Varðandi að hvað, þú veist. Það rosa skref. En að taka þátt í því til dæmis fannst mér erfitt skref að því ég var hrædd að það myndi veikja mig sem pólitíkus. Já, hvað þá? Að ræða þennan hlut stjórnmála. Já, ég skil. Og að segja eitthvað svona sögur og svona eðskilur. Ég held einhvern veginn að, en svo hugsaði ég, þú veist, ég verð að gera þetta fyrir næstu kynslóð og ég verð að taka þátt í þessu og ef það veikir mig þá bara gerir það. Þetta einhvern veginn hugsa svona í stjórnmálunum og stjórnkerfinu, systir mín hefur verið vinna inn í fjármálaráðuneytinu og svona, þá held ég að það hafi væntanlega verið þessi svona litlu ósýnilegu hlutir að það jafnvel sagt við konur einhvern veginn, já, vina mín og eitthvað svona, það er svona verið að lítilega eitthvað á mjög lúmskan hátt. Já, ég stelpan og það er að verið að, þú veist, ringi pappa minn til að spyrja hvernig ég ætla að skipa í einhverju embætti, sko. Er það svolítið? Já, sem er rosa fyndið, sko. Pabbi læri nú bara að þeim, sko. Segir bara, já, þú voru nú bara að ringi hana ef þú vilt hafa einhver áhrif á þetta, sko. Og það er svona, já, þú veist, stelpan og það sé ykkur aðrir að taka ákvarðanar. Maður sé ekki sjálfur að taka stóra ákvarðanir sem maður gerir og það er svona alls konar. En það er líka svona þeir sem einhvern veginn standa baki svo bara, þú veist, ég á svo ótrúlega gott neta fólki. Bara og bara svo geggjaða vini og bara þeir sem styðja mig og bara en svo sér maður það rosa skýrt þegar þú ert í svona aðstæðina sem er verið að velja þig eins og verða ráðherra að fólk sem þú hélst að væri þínir kannski höfðu ekki trúið þér heldur og þú getur þetta. En síðan þegar maður er orðin ráðherrar og var valið að þá koma þér allir á vagnin, sko. Og ég held að maður kynnist fólki best þegar áskoranirnar eru stórar, sko, og þegar maður er komin svona stá einhvern topp í að það er svona hluti það er svona hluti sem maður fær að kynna, sko. Að átök. Mér langar aðeins tala sjálfstæðisflokkin og að því ég svona er á þeirri skoðun að Samfylkingin hafi, þegar hún var mjög stór flokkur og hún hafi byrjað að droppa dálítið vel þegar hún fór að reyna að vera vinur allra, sko. Já. En ég segi stundum að þetta Samfylkingin á ætlaði að vera kommunist í jakkafötum. Mér líður stundum eins og bara til dæmis núna í COVID-tímabilinu að það er ákveðna raddir eins og Sigríður Andersen og Brynjar og síðan hafið þið Þórdís Kolbrún aðeins. Mér líður svona eins og þetta sé það sem allir í sjálfstæðisflokknum er að hugsa en rosa stór hluta sjálfstæðisflokknum þorir ekki að segja þetta af því það er verið að reyna einhvern veginn að geðjast öllum hópum. Er sjálfstæðisflokkurinn svona mættan stundum vera skýrari í því að við tökum hérna þessa afstöðu og þetta er línan okkar og ef þú ert ósammálinni þá bara er að kjósa einhvern annan? Já, sjálfsögðu. Það er auðvitað bara verkefni og ég held að þetta sé alltaf hvar eru að staðsetja okkur og segja betur frá því sem við viljum og hver stefna okkar er og pólitík er alltaf mikið orðin þannig að bara vilt þú bæta heilbrigðiskerfið? Og allir eitthvað já, en enginn þarf að svara því hvernig. Nei, mitt. Og það er búið þægilegt, sko, en það er ekki pólitík og þannig velur ekki á milli flokka, sko. Í COVID-tímabilinu svo sem að þá er þetta held ég aðeins núnara og maður þarf alltaf samt að finna býtu hvar er kjarnin, hvar er hugmyndafræðin, hvar kemur hún inn í þessar ákvarðanir, hvar er meðalhófið og hvar er hægri mennskan mín, sko. Og auðvitað er rosalega þungt að vera svona hægri manneskja í að takmarka frelsi fólks svona mikið. Það er auðvitað bara þungt og það er
Það sem maður hræddastu við ekki að gera það núna, heldur að það sé búið að lækka þröskuldin til að gera það aftur. Einmitt. Ég ekki hræddust við þetta ár sem er að líða. Ég meira hræddum að það verði lægri þröskuldur seinna þegar það stæðir ekki svona mikil hætt af. Ég nefnilega algjörlega sammála því og segjum nú bara best case scenario í COVID yrði bara að allir verða bólusettur og þetta verða bara allt búið næsta haust. Þá líður mér eins og við eigum samt alveg eftir umræðu bara, heyrðu, við erum búin að setja ákveðin fordæmi hérna. Við þurfum að ræða það hvort að þessi fordæmi hafi verið í lagi, hvenær er í lagi að gera þetta aftur, að því í raun og veru fyrir maður að hugsa, þú veist, ef við erum bara komin, þetta óþægilega umræðan sem var aldrei tekin í byrjun COVID, bara hvað á ríkið að ganga langt í að verja líf fólks, af því það deyr sannlega fólk úr venjulegum flensufaraldri. Eigum við þá að grípa til sömu aðgerða varandi það þegar við erum búin að fatta að það getur bjargað lífi fólks? Já, einmitt, og hérna erum við þetta að díla við eitthvað stærra og alvarlega en venjulega flensu, en á sama tíma þá og allir heimurinn að grípa til einhverja svona takmarkana. Og við, ég held að við höfum gert þetta vel, ég held að við getum verið ánað með árið í heild, það eru auðvitað einstök atriði sem maður hefði verið gerð öðruvísi, það en það mikið rætt við ríkisstjórnarborðið, það spurninga af því að það þarf að gera þegar það eru teknar svona miklar ákvarðanir í inngrip fólks, bara hvort sem það atvinnufrelsi eða venjulegt líf eða allt þetta takmarkað. En Sjálfstæðisflokkurinn auðvitað og hefur verið stór flokkur með mismunandi skoðanir og það það sem kannski Sjálfstæðisflokkum hefur farnast hvað best að við getum verið ósammála og með svona mismunandi áherslur innan hægri stefnunar. Fólk finnur sér aldrei og á ekki að finna sér flokk sem það 700% sammála af því annars væri bara hér 300.000 flokkar. Og 300.000 flokkar en þeir allir hafa einhverjar svona mismunandi sín á eitthvað, en það það sem vinstrimenn hafa svolítið lent í, þeir splittast meira niður í fleiri flokka og nú eru orðnir bara mjög margir vinstriflokkar sem eru bara í kringum 10%. Og Sjálfstæðisflokkur þarf auðvitað alltaf að rifja upp í hver eru grunngildin, hvernig passa þau saman, við þurfum að segja þau hátt, við erum ósammála stefnu vinstri grænna, en við störfum með þeim í ríkisstjórn, en við tökum líka þá ábyrgð að starfi í ríkisstjórnarsamstarfi og það líka ábyrgð hluti að halda slíku saman, að vinna ákveðnum markmiðum, að gefa eftir í sumum hlutum, það bara verkefnið og það stundum það erfitt í hugmyndafræði hjartað, en það samt hluti af stjórnmálum að ræða hugmyndirnar og ná einhverju fram og öðru síður og mjaka áfram og það svona eins og með frelsismálin. Þau eru lítil en þau bögga fólk alveg óstjórnlega mikið og fólk alveg verður alveg bálreitt og ég hugsa og ég horfa á þetta þannig að ég hef alltaf talað fyrir svona frelsismálum bara í gegnum tíðina. Ef ég kemst í ráðuneyti þar sem ég getur umverulega breytt í, ég ekki góð stjórnmálamaður ef ég gengi ekki í verkið og kem með það fram þó það sé óvinsælt og fólk fer að segja þetta sé ykkur forgangsmál mín og eina sem ég hugsa sé brennivín eða eitthvað, þú veist. Þannig en við þurfum við værum ekki með frjálst útvarp ef fólk á undan okkur hefði ekki barist fyrir litlum frelsismálum. Ja, bara algjörlega. Þannig og þetta svona litlum málin sem Sjálfstæðisflokkurinn þarf að og þar hefur auðvitað flokkurinn það íhalds hluti og það frjálslyndur hluti en hann á líka alveg saman af því hann á saman grunngildin einkaframtækið, minna ríkisbank, lægri skatta, öflugt atvinnulíf sem þú styður og jöfn tækifæri fólk og Sjálfstæðisflokkurinn á bara rosalega góða sögu að segja en hann þarf að passa að hann færist með nútímanum og hann svari kalli samfélagsins hver hægri stefni í dag og hvernig ætlar hann á henni fram. En mér skortar svolítið, mér finnst við hafa drifið svolítið stutt sem samfélag í grundvallar umræðunni eftir að COVID byrjaði. Það að segja, alveg sama, við getum alveg verið ósamálin, þetta grundvallar umræða sem við verðum að taka. Og mér finnst svona einhvern veginn að því stjórnmálamenn eru svo mikið í gegnumgangandi farnar að hugsa ég vil ekki vera á óvinsæli kalli núna, að þá, og allir hinir eru að gera þetta, við gerum þetta breins, allir hinir eru að gera þetta, já það eru lokanir í hinum löndunum, en það bara eins og þú hefur sagt að það svo miklu auðveldra að setja á höft heldur en að taka það af, bara 11. september mjög gott dæmi, það bara
terroristakt, svo var það nota gegn Íslendingum í hruninu og svo var bara verið að pynta saklaust fólk í Guantanamo og fleiri stöðum að því að það var bara allt í nú búið að setja það í lög að það mætti svona að það veri einhver grunur að þá mætti nú bara taka fólk og gera hvað sem við og svo þessar reglur bara enn í gildi. Og réttaríkið og frelsi eitthvað svona hlutir sem verða og mannréttindi sem verða að halda í svona ástandi. Og það áhyggjefni þegar fólk finnst það ekki skipta máli að eitthvað sé lögum samkvæmt. Mér finnst þetta drífa svo stutt þegar fólk að ræða með svo sóttvarnarhótelið. Ég skil alveg ef ég nota enska orðið í isolation 5 dagar á hótel ekkert vandamál en þetta er prinsipmál, þetta er grundvallamál hvenær verða 5 dagar að 10 dögum hvenær verða 10 dagar að 20 dögum hvenær bara hægt að gera meira og meira og meira af því það bara allir slæmur hlutir sem stjórnvöld hafa gert í mannkynssögunni hafa byrjað með mjög góðum ásetningi og byrjað oft með ótta mjög oft og það ótti sem breytir skoðunum fólks á grundvallar atriðum Akkurat. Að það verður hrætt og þá auðveldara með að samþykja meiri inngrip í lífsitt og hvetur fólk til og ræðst á annað fólk sem það finnst ekki að vera fara nákvæmlega til reglunum þó það sé að fara til reglunum en þú veist það er svona þetta samfélag sem er svona eftirlit samfélag þetta er svona það er bara nánast einhvern veginn fólk vil að bara það séu allir með ökklabönd Já, það er alveg mjög margir búin að koma með þessa hugmynd hvað með að setja bara ökklabönd á fólk þá er það aftur bara, það var ekkit vandamál fyrir mig að vera með ökklabönd í 5 daga það er ekkit vandamál fyrir mig að fara inn á eitthvað sóttvarnarhótel í 5 daga en í prinsipinu Nei, þú að setja myndavél heimtíðin svo við pössum að það kom ekki fleiri 9 heimtíðin Akkurat, ég meina, ef maður horfið tilbaki gegnum mannkynssöguna, þá er þetta alltaf bara fyrsta skrefið, svo kemur annað og maður endar á að vera eins og froskur sem er að soðna í pottinum og gerir sér ekki grein fyrir það því hann er alltaf að hitna smátt og smátt. Og það er þetta ég er ekki hræddust við þetta ástand núna af því að ég bein mikla vonum við það að núna getum við bara að fara að stíga stór skref í afléttingum hérna innanlands í takti við meiri bólusetningu en ótti minn snýra því að það sé svo auðvelt að grípa til þess aftur þegar minna er undir. Að þröskuldur sé orðið lægri og það og ég held að líka nú eru að koma kosningarna verða svolítið hugmyndafræðilegar held ég. Það verða svolítið Ég vona það. Hugmyndafræði þess hvernig þú ætlar út úr svona krísu Við vorum gagnrýnd rosa mikið fyrir að borga skuldir svona hratt niður. Það var alveg legið á okkur til dæmis samfélkingunni. Hvað þetta verður nú óskynsamleg ráðstöfun þyrftum ekki að borga svona hratt þetta sögðu Píratar líka þyrfti ekki að borga hratt skuldinar eða þessu frekar meira bara í öll kerfin sem við vorum samt að gera við vorum að þvílík fjárfesting í alls konar opinberum kerfum hvað núna við byggum þvílíkt vel að því að hafa greitt niður svona skuldir við erum í allt annar stöðu en flest Evrópulönd að koma okkur út úr stöðunni og það verður þvílíkt tækifæri þrátt fyrir að vera erfitt ef þú gerir hlutina rétt en það sem maður hefur mestan svona áhyggjur af er að ef fólk lítur á stöðuna sem bara ekkert mál það sé þetta þenja ríkið ennþá meira það er þetta ganga meira á réttindi fólks það er þetta hækka skatta á alla það er þetta einhvern veginn þessi lína verði ofan á það sé þetta lofa meiri peningur í allt Ég bara þenja ég er kannski ekki alveg hlutlaus af því að ég verið sjálfstætt starfandi í ykkur 12 ár en allir sem er að taka ákvarðanirnar er að vinna hjá hinu opinbera og ég man bara eftir í svo viðtalu Elon Musk svona fljótlega eftir að COVID byrjaði og hann átti þessa setningu sem ég veist mjög góð hann sagði, fólk má ekki gleyma því if there is no one to make stuff there is no stuff Nákvæmlega þannig að þú veist, ríkissjóður datt ekki að himnum ofan Nei, og peningarnir sem við erum að eyða er ekki peningar ríkisins, eru peningar fólksins Akkurat og það þarf að muna hvaðan peningurinn kemur og hvernig verðmæti verða til og hvernig við búum til tækifæri og atvinnu það er ekki með því að fjölga opinberum störfum Hvernig finnur það þegar að þú viðrar opinberlega einhverja svona óvinsalar skoðanir verður þú vörfið að þú fái mikið hrós fyrir það í kannski engaskilabóðum eða engasamtölum en fólk þolir ekki að segja það opinberlega Já, alveg rosalega mikið og það er alltaf lægi en hægri menn verða líka að þora að tala upp átt þegar, þú veist, það er við þurfum að komast í þannig stjórnmála umræðu að fólk hati ekki fólk út af stjórnmálaskoðunum heldur sé ósamálað af því að við höldum
skoðunum niðri og það hættulegt og það hefur gerst í löndum þú heldur þeim niðri og bara svona cancel-kultúr sko að þá það frekar að ræða opinberlega og takast á skoðanirnar og hugmyndirnar og hægri menn almennt eigi ekki að láta aðra skilgreina sig og þeir rósa meira í lokuðum skilabúðum og segja sér á sammála manni og eru ánægðir en kannski deila ekki greininni sko en senda manni í línu og það allt í lagi sko en opinbera umræðan orðin stór og hún mótar líka síðan skoðanir fólks á öðrum vettfangi Mér er svo sturlað þegar fólk einhvern veginn alveg trillt yfir því að einhver stjórnmálamaður segja eitthvað óvinsælt ég svo rosalega ósammálanum það ekki frábært að viðkomandi komið það hreint í dyrana að þú getur verið það ósamálunum að þú þurfur bara alls ekki að kjósa Jú Það eiginlega eina sem ég bið frá stjórnmálamönnum að ég viti hvað ég hef þá þannig að valkostirnir séu mjög skýrir þegar ég geng að kjörborðinu Þess vegna erum við stjórnmálaflokka að þú vilt vera með ákveðna stefnu sem fólk vinnur eftir en það verður líka að segja hann uppátt sko Þú voru að heyra hvað fólk stendur og það voru að kýsta. Já, mér finnst þess að á Íslandi verður þetta svona svolítið móð. Það allir að reyna að þóknast öllum og þá verða línurnar rosa óskýrar. Og maður ekki að tala við alla, en maður alltaf að vinna fyrir alla. Ég að gera líf allra betra, það verkefnið, ekki bara þeirra sem kjósa mig. Nei. En hugmyndir mínar, þær munu aldrei þóknast öllum. En verkefnið mitt að sannfæra fleiri að það séu hugmyndir sem munu bæta lífskjör allra Íslendinga. Og það bara verkefni stjórnmálamanna og þú að hafa þannig trú og sannfæringu og framtíðarsýn að þú getur fengið fólk með þér í það en líka þannig bein í nefinu að það er lægi að fólk sé ósammála þér og sé mjög ósátt við einhver orðsamlega falla af því að þú ert þá að íta á eitthvað og ef fólk ekki ósátt með þig einhver hluti samfélagsins ekki ósátt með þig þá ertu ólíklega að gera eitthvað þú ert þá ekki að íta neina taka, þú ert ekki að breyta neinu þú ert heldur ekki að bæta neitt og gera neitt almennilegt og ég held að í mörgum svona atriðum í samfélagsins að þá hefur umræðan staðnast og þar með breytingarnar út af háværu orðræðu að þetta sé bara í fínum málum tölum menntakerfið skiljiði, þú veist, bara eitt dæmi maður ítir undir það maður vil meira enga framtak maður vil fjölbreyttari skóla, maður vil meira iðn og verkna og maður vil að laun kennara fara eftir árangrið þeirra og hvernig þau standa sig það bara verður allt vitlaust en veitu, hvernig ætlum við að sætta okkur við menntakerfi ég hitti erlenda sérfræðing sem kom út af því sem við erum að bjóða fólki upp og koma og starfa í lengri tíma remote work, svona fjarvinnu erlenda sérfræðing frá Bandaríkjunum vinnu fyrir geggjafyrirtæki hann kemur og langar að starfa í COVID af því það bara geggja að vera á Íslandi og almennt bara þetta verið mikill útiveru og fara á veitingastaði og svona en hann segir já börnum mín fara samt ekki í skóla hér sko þau eru skólakerfin alltaf ekki nóg gott en samt við sagt okkur með þetta skólakerfi fyrir börnin okkar og þorum ekki að pota og gagnrýna og segja heyrðu við þurfum að hreyfast áfram og skólakerfi allt innu kannski minna í taktu veruleika barnana sem það býr við utan skólans. Akkurat. Og þú veist, hreyfing og lýðheilsa og forvarð skilu þetta svo ég geti byrjað heila nýjan þá að tala menntakerfið sko en þetta bara svona eitt atrið að þú veist, það verður að vera mega pönkast og taka á hugmyndir og umræðina á þess að orðin séu þannig gagnrýnd að þau eigi ekki rétt á sér. Einmitt. Ég ætla að fara að hleypa þér að tala á unga fólki bráðum. Mér langar að spyrja þig kannski að lokum sem ég spyr stundum fólk. Ef að þú værir að gefa yngri útgáfa sjálfri þér ráð, þeim 17-18 ára útgáfa sjálfri þér, komið með reynsluna sem þú ert með núna, hvaða ráð heldur þú myndir gefa yngri útgáfa sjálfri þér að því gefna og myndir hlusta? Ég held að fyrsta væri þetta að vera bara óhrædd við hlutina. Allt lagi að tapa og allt lagi að fá ekki það sem maður óskar eftir eða sækist eftir það verður alltaf þess virði að gera það eftir maður lærir á því og reynslan verður mikilvæg ég held líka að svona njóta lífsins sko hvert ári bara rosalega dýrmætt og maður tekur því ekki sem sjálfsögum hlut eftir að maður hefur mist einhvern ákomin og lífið bara það alls konar sko, en það geggjað en það getur líka verið erfitt, en það almennt geggjað og
það verður og svo held ég að væri svona bara að vera ekki í svona dómhörð við sjálfa mig. Já. Ég held að yngri Áslaug hefði haft gott af því að vera aðeins ánæðari með sig. Auðvitað kannski ég lít út fyrir að vera náttúrulega með rosalega mikið sjálfstraust og hafa alla tíð verið sko. Og það var alltaf, ég var alltaf að trúa sjálfur mér. En ég var líka rosa dómhörð á mig. Og og það líka bara svona, þú veist, útlitstengt og alls konar svona, þú veist, sem maður má alveg aðeins vera ánæðari með sig þegar maður er yngri. Og ef maður er ekki sinn mesti peppari, þá er það engin annar. Það er mjög góð punkt. Maður þarf að vera sinn mesti peppari. Og af því að á endanum þarf maður bara að stóla sjálfan sig. Geggjað, góð lokaorð. Takk fyrir komuna, frábært að fá þig heimsókn. Takk hérlega fyrir mig. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta og mig langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.